Nei, við erum ekki mörg. Heyrir nú öll í þér og svona. Ég heiti Ólöf Sigurðardóttir og er forstöðumaður Hafnarborgar og mig langar að bjóða ykkur velkomin í Hafnarborg á þessa sýningu sem er hluti af listahátíðinni List án landamæra. En List án landamæra er árleg listahátíð með áherslu á fjölbreytileika mannlífsins þar sem stefnt er saman skapandi einstaklingum með ólíkan bakgrunn. Og markmiðið er að auka samfélagið og auka skilning manna á milli. Og það er okkur hérna í Hafnarborg alltaf heiður að þau fá að taka þátt í þessu verkefni með List án landamæra. Við höfum á undanförnum árum verið með fjölbreyttar sýningar. Við höfum sýnt verk sem unnin í listninni í Læk hér í Hafnarfirði. En Lækur er vettvangur fyrir fólk sem átt hefur við geðraskanir að stríða. Og síðan í fyrra þá stefndum við hér saman Guðrúnu Bergsdóttur og myndlistarmanninum Ramsson. Þannig að okkur finnst þetta alltaf mjög ánægjulegur tími og alltaf mjög ánægjulegt að fá að taka þátt í þessu verkefni sem hefur svona víða skírskotun og höfða til marga. Í ár sýnir hjá okkur Atli Viðar Engilbertsson en hann kemur til okkar frá Akureyri þar sem hann er búsettur. Yfirskrift sýningarinnar er skjaldarmerki hennar Skjöldu sem vísar til skemmtilegs verks sem er hérna á sýningunni og er svona endurskoðun á skjaldarmerkinu. Atli er afkastamikill fjöllistarmaður og hefur komið víða við, meðal annars í ljóðagerð, eða sem auk myndlistar hefur hann komið að leiksýningum og ljóðagerð og látið til sín taka á ritvellinum, það er að segja að það var fyrst eftir hann greinar í blöð, þar sem hann fjallar ýmis mál. Mig langar að óska Atla til hamingju með sýninguna og forráðamönnum Listar án landamæra, jafnframt til hamingju með hátíðina og þakkur kærlega fyrir samstarfið, bæði Atla og ykkur. Svo langar mig líka að benda á að það er texti hérna fram á borðinu sem fjallar um feril Atla og þessa sýningu sem er eftir Ólaf J. Engilbertsson, bróður Atla. Og nú ætlar Margrét að segja nokkur framkvæmdastjóri Listar án landamæra. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Takk Ólöf fyrir að taka svona vel á móti. Já, ég heiti Margrét Nördal og er framkvæmdastjóri Listar án landamæra. Ég langar bara að byrja að óska ykkur gleðilegt sumars, það er yndislegur dagur í dag. Og mig langar að óska Atla Viðari Engilbertsssyni til hamingju með daginn og til hamingju með þessa frábæru sýningu hjá þér. Og eins og þegar langar að þakka Ólöfu innilega fyrir frábærar móttökur og bara góð og vöndu vinnubrögð og öllu starfsfólki hérna í Hafnarborg líka. Og það er mikilvægt fyrir hátíð eins og List án landamæra að vera í samstarfi við viðurkenndar liststofnanir eins og Hafnarborg. Og hér er gott starf og fjölbreytt myndlist sýnd. En það er einmitt þannig sem það á að vera. Og það er líka mikilvægt fyrir okkur að geta sýnt verk eftir eins framfærðan listamann og Atli er. En ég kynntist listan fyrst á safnasafninu fyrir nokkrum árum síðan þegar sýndi þær undir merkjum Listar án landamæra. Og það leyndi sér ekki að það fór fjölhæfur listamaður og hann varð þá strax á safnasafninu einn af mínum uppáhaldslistamönnum. Hann hefur frjóa og skapandi sýn á heiminn og einstök efnistök, eins og þið sjáu hérna í dag. En Atli er gjarnan tillaður alþýðulistamaður og hann getur verið stoltur af því. Það er áhugavert að skoða þessa flokkun listafólks í hópa, hver er alþýðulistamaður, hver má sýna í viðurkenndum sal, hvern má taka alvarlega. Og það er mjög hollt að hugsa og getur að sumu leyti verið gagnlegt að flokka og hólfa. Það er okkar háttur að ramma inn, bara til þess að lesa og skilja umhverfið og samfélagið betur. En hér er spurning hvernig þessi ramma sem við setjum upp, hvernig við fara að há okkur og svipt okkur möguleikanum til þess að sjá nýja hluti, til þess að sjá nýja leiðir, nýja sköpun og bara almennt hvernig við fara að hefta sköpun og frelsi. Þessi flokkun getur og hefur leitt til þess að einungis suma má sýna í viðurkenndum sölum. Sumir eru teknir alvarlega og aðrir afgreiddir utangarðs. Og ég er þeirrar skoðunar að við þurfum að endurvinna viðurkenndar hugmyndir og vera meðvituð og spyrja það ramma sem við oft á tíðum búum til svolítið ómeðvitað. Tökum bara móti og þurfum að spyrja okkur hvaðan rammarnir og innfluttu landamæri koma og hvort þau séu okkur til gagns eða vansa.
Og fjölbreytnin í mannlífinu er kostur sem nýtist okkur til nýrra uppgötvana og auðugra lífs. Og það er það sem Atli Viðar og Verkfæra Skera og Hafnarborg, það er akkurat þetta. Þannig að ég segi bara takk hella fyrir mig og njótið sýningar. En hann Atli ætlar að fá að segja nokkur orð líka. Gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir hverju á svæðinu. Ég veit ekki, ég veit að netta loða gæsa á þessu húsi. Og fyrsta einkasýning mín á svona viðurkenndum stað fyrsta einkasýning mín á viðurkenndum stað á höfuðborgarsvæðinu. En ég sýndi fyrst á hérna fyrir sunnan sko 2004 á Kjarvalsstöðum á fjölþjóðlegri textílhátíð sem var haldin. En já, og mér hefur endurvinnslu efni ansi hugleikinn og alltaf mig getan ekki allt fyrir það þetta er bara eitthvað automatískt. Og fyrst á unglingsárum var það garð utan á heimögnum sem eyðilögst í flutningum og þetta var bara gulli fyrir mér. Og sjáum við hérna á textílskóm sem eru orðnir 15-20 ára. En svo líka seinna eftir ég flutti úr Ísafjörðum, þar sem ég fæddur upp á mig. En 27 ára, eða 87 flutti ég til Hólmavíkur og þar voru það vinnir sem voru hóteleigendur og ég var heimagangur þar og allt mér rétt fullur ruslapóki af ónýtum eggjaböggum. Það getur ekki gert eitthvað úr þessu. Það er jú kannski. Ég fór með þetta heim, við ekkert hvað ég ætla að veita. Og borða á þennan fulla ruslapóki í 2-3 vikur. Svo fór eitthvað að þróast. Og þið sjáum við það hérna á einu stakka völd að þetta er eiginlega eingöngu úr endurunnar eggjabakkaöskjum. En svo líka fljótlega fór ég að vinna í kassapappa, en samt svolítið sérvalinn. Ég fer eftir þessu í hrúða í Bónus og Netto, en samt það er ekki nærði allur pakki sem hentar í þetta. Og það var segur að fyrir þessa sýningu núna reyndi ég að ná samkomulag kassagerðina í Reykjavík að sérpantaðhjáður efni sem væri grófari en allur venjulegur pappi, en samt í eða 30-faldur í yfirstæðum. En það var ekki hægt að fylgja þessu og ég er að fara erlendis til þess að finna slíkt efni. En þetta er gaman sem má segja að það í þessa pappafjölskyldu þessi pappafjölskylda er ástæðan fyrir því að ég er komin hingað í Hafnarborg.